þetta? Hvernig finnur þau? Já. Ég kona galdramönnum á ströndum. Já. Þetta þolinmæði. Þetta ekkert nema þolinmæði. Þú vilt heldur ekkert gefa það upp heldur. Nei, það er svo fyndið. Krakkarnir halda, þegar ég fæ leitabinni, það byrja ég á því ég er krakki með síma og ég senda hann með SMS. Þetta er gummulögga. Barnavandi er búin að biðja mig að leita, þú veist, hvað er planið? Ég er búin að segja krakkanum, ok, þetta er komið á þannig stað. Í mjög mörgum tilfellum verður þetta til þess að krakkin fyrir heim og ég sé hann aldrei eftir. Já. Og ok, þetta dugar ekki og núna er ég til dæmis að alltaf sér stelpu sem er ekki að svara mér. Hún veit samt hvernig það gerist. Og núna snýttu þetta bara það að ég býð. Ég keyri mjög mikið. Ég stundum verið kallaður Ásmundur Friðriksson lögreglunar. Ég keyri 40.000 kílómetra á ári, sko. Já. En ég er líka mjög oft bara kjur á bílastæðum og þau eru ófá símtölun sem hefur hringt. Það er eitthvað perri á bílastæðum, svona skeggjaði feitu kall á bíl með dökka rúður að horfa á unglingana. Já, skrít. Þetta er sama fólki eru ringi út á... Já, ég er mjög ánægð með þessi símtölu, fólk er það, en allavega að því að ég hef sagt að sko, ok, þegar ég er á ferðinni, það getur vel verið að krakkið sé rétt fyrir aftan mig eða rétt á undan mér, en það er samt, og þetta er bara þolinmæði og hefni. Svo er líka þess að ég sita á þessum bílastæðum, hér og þar og allstaðar, þannig að þau koma, þú veist, það er alltaf slíkur að því þau lappi þarna framhjá og auðvitað eru þetta svona ákveðni staðir sem eru algengari, þau nota almenningssamgöngunar og þá svo fyndi sko, þegar ég fór að vera á stóru stöðunum, Mjóddinni, þá fóru þau bara út úr næsta stoppistöð undan sko. Þá er svo gott að vera með dróna, þá getur maður verið bara til hliðar og fylgst með sko, eða þá maður reyna að fela sig í eitthvað starf annar staðar. Mér finnst þetta virkilega gaman. Þetta er svona örugglega eins og svipað að vera í laxveiði. Ég hef ekki aldrei verið í laxveiði. Maður er að berja ánni og svo allt í einu nartar og bítur og svo nær maður inn. Ég raun og veru upplifið bara svona svipaða tilfinningu að í þessari vinnu. Það getur verið heillöng bið, svo gerast hlutirnir. Og hvað gerirðu, þú veist, er það bara þú ávarpar hana eða hann og Já, skemmtilegast alltaf, þú veist, þau náttúrulega samfélagsmiðlarnir, þau deila myndum af því, þau segja hinum frá hvar ég er, þau sjá bílinn minn og senda mynd af mér og annars slíkt, sko, þannig að þau svo sem vita mörg fyrir ég þó þau hefur aldrei hægt afskiptað þeim. En ég nálgast alls og ég sé að þetta var hlaupa og það sé alvöru, heldur að ég sé að hlaupa eftir þér. Finnst þér það líklegt, sko. Ég vil ekki að þú hlaupir þannig að þú meiðir þig. En ef þú hleypur þá bara hleypur en farðu þá allan að varlega. Og ég þá bara veit að sko næst þegar ég kemst í færi þá þarf ég að fá einhverja með til aðstoðar við að reyna að grípa þau ef þau hlaupa. Ég er allavega ekki gaurinn sem er að hlaupa eftir þau. Þannig að ég reyni oftast nær að nálgast þau með svona pínlitlum húmor sko. Og það var bara mjög svo gaman. Það var stelpuskott sem ég var að leita og fann núna í vikunni og við höfum aldrei hist sko. Og hún horfir, hún kveiki strax og ég segi, það var búið að segja þú veist, það er feitur gamall kall sem var að leita og þá fór hún að hlæja, skilur, það var sem að brjóta ísinn. Þannig að þetta er bara mér finnst þetta fallegt. Ég tók þá ákvörðun, ég kem hreint fram með þau, ég plata þau ekki og ég tek ekki þátt í að plata þau. Það er stundum þannig að þegar krakki sem er búin að vera lengi, hann á að fara upp úr neðaustun. Þá og krakkið ég ætla ekki að fara, ég er frá neðaustun og foreldrar segja já ok, komdu bara heim og svo hringdi mér, heyrðu krakkina koma heim, getur þú koma að náði hann ef ég segja hann að koma heim, getur þú svo bara að koma og sóta hann? Ég segi nei, ég er ekki þar. Ef krakkið spyr mér, er ég að fara á neðaustun, þá bara segi það já, þú ert að fara, þó það þýðir það að ég þurfa að vinna einum deginu lengur við að finna hann. Þetta hefst og þetta hefur hingað til alltaf tekist. Það eru 2 krakkar sem ég hef ekki fundið. Einn fór úr landi og hann var farinn úr landi, það var erlendur ríkisborgari með tvöfalt bjó á Íslandi með öðru foreldrinu og stakk það hann af. Amman í heimalandinu borgaði flugmiðan, fóru nóttina og morgunin þegar það sendið beinið þá er krakkin komin til ömmunar. Og þá var allavega sagt, heyrðu, hann er komin á öryggastaði, gera mikið. Hitt eru, ég er í ég kem líka að málu sem varðar og fólk bregður oft við þegar ég segi ég er stundum að leita sko 14 vikna fóstri eða 8 vikna fóstri
og það eru sem sagt ófrískar mæður í neyslu. Já. Og svo eru það svona forræðisdeilur ýmiss konar og sumt vera ratar í fjölmiðla og þá er það kannski, þá er annað foreldrið í felum með barnið og það er sem sagt, það eru þessi tveir einstaklingar sem ég hef ekki fundið, annað er í slíkumáli og hinn fór erlendis. Já. Þannig að öll hinn ganga upp á endanum, hvort sem að ég finni þau fysiskt og taki þau og farið heim eða ég fái þau til að skila sér heim eða eitthvað slíkt. Þannig að það er það sem er svo bara gott við þetta. Þess vegna, ég var 59 ára fyrir stuttu síðan, þess vegna nenni ég þessu, mér finnst þetta gaman Já. og þetta er gefandi. Já.